Þá ætlum við að fara aðeins yfir hvernig lokaprófið verður í áfanganum. En lokaprófið verður sem sagt núna eftir 13 daga, meira en 2 vikur, þar sem þetta er bara alveg í byrjun prófatarnarinnar. Og það verður svo 28. apríl, miðvikudaginn, 28. apríl, frá 4:30 til 4:30. Og þetta verður svo heimapróf á Inspera, ólæst. Og þetta er þá í raun eins og bara verður nákvæmlega sett upp eins og í Vegfarandinn 1 núna í fyrra. En ef einhver ykkar hafi ekki tekið á þessu Inspera próf og er eitthvað stress með það, þá bara heyrið í mér og við getum séð hvað við getum gert í því. Ég bjóð til svona testpróf í fyrra sem ég geti þá opnað og leyft ykkur aðeins að sjá og fengið tilfinningu fyrir því hvernig þetta verður. En einhverjum er eins og við fórum yfir aðeins á Canvas, ég sendi ykkur tilkynningu um það fyrr úr seinustu viku, er að 5 bestu einstaklingsverkefni gilda 8% hver, sem er þá 40% af einhverjunni. Síðan gildir hópverkefni 1 10% og svo er lokaprófið 40% og þessi 10% sem duttu niður út af veikindunum hjá mér og með hópverkefni 2, að það verður bara gefið. Þannig að byrjið öll með við höfum það skilið. Uppsetningin á prófunu verður bara eins og það hefur verið 2 ár, þannig að ég geti farið í prófasafnið, það verður bara eins og þau próf sem eru þar. Þetta verða 5 til 6 spurningar og þetta er ritgerðarspurningar og með Inspera er aðeins auðveldara að gera það, að hafa þetta svolítið mikið meira í bland. Forritun kannski ætti að vera þarna innan gæsalappa, en ég er nú að halda því eins lítið og ég get, og það eru tól í Inspera sem gerir þetta aðeins skemmtilegra sem ég nota aðeins í fyrra og ætla að dunda aðeins við að reyna að gera eitthvað gott með núna. Það sem er þá meira að þið eru að lesa kóða og þið getið dregið eitthvað inn eða gert eitthvað svona visuált sem að lega ykkur í staðinn fyrir að þurfa að skrifa eitthvað út, sem er náttúrulega alveg glatað en oft bara erfitt að komast að einhverju öðru sem að gera það sem eða prófa það sem maður vill vera að prófa. En það verður þetta að lesa kóða, gagnrýna kóða, fylla inn í kóða, spurningar. Hver spurning af þessum 5-6 eru 20-30, þannig að það verður yfir 100%, þannig að það verður örugglega í kringum 110% prófið. Ef þið fáið yfir 100 þá er það bara fullt hús fyrir lokaprófshluta einhvernar. Síðan það sem þetta er heimapróf, að þá verð ég aðgengilegur og það verður bæði í gegnum tölvupóst eða bara í síma, þannig ég gef ykkur bara síma minn á prófsdegi og ef það er eitthvað akút sem þið viljið bara heyra mig strax, þá getur ég hringt. Eða er eitthvað sem er í raun bara eitthvað sem ég vilja spyrja og það þurfum ekki að fá svarið alveg strax, þá getur ég sendt mér bara tölvupóst og ég hef augun opin og er bara með þetta allt opið meðan próftíminn stendur og svara ykkur bara eins hratt og mér er auðið. Og ef það er eitthvað sem síðan krefst enn frekari umræðu, þá getum við hoppað á Zoom. En þegar ég ekki að hafa kveikt á Slack, þegar ég ekki verið að hafa kveikt á neinu, og það er í raun þessi heiðurs yfirlýsing sem verður síðan partur í, það hafi gleymt að setja hérna inn í glærurnar, það verður sem partur af þessu er í raun bara gagnkvæmt traust í gangi. Ég treysti því bara að þið vinna þetta próf bara eins og þið værið á prófstað og það væri í raun setið yfir ykkur og passaði að þið værið að hafa ykkur sómasamlega og þið gerir það bara sem fullorðið fólk sem er í þessu námi að fullorðið fúsum og frjálsum vilja. En síðan fyrir þær spurningar sem er í raun að vísa í eitthvað svona sem er googleable, að þá verða þær upplýsingar gefnar. Þið er ekki að vera í raun að leita ykkur upplýsinga, þið fáið þær upplýsingar sem að ég segi að þið þurfið til þess að leysa þau verkefni sem eru gefin. Þannig að þau verða öll saman, allar það svona rót upplýsingar sem maður myndi vera að fletta upp, þær verða gefnar. Þannig að hvort heldur sem að það er í raun, já, það er með þetta eins og eftir, hvernig middleware function lítur út, í hvaða röð eru argumentin, hvaða aðgerðir á request og response hlutunum þurfum við að nota, hver er í boði. Ef það er gefin einhver föll, þá mun ég nota skjölun. Ef það er ekki í til dæmis TypeScript, að það verður einhver blöndu af þessu, þannig ég veit í raun
ef þið kallið þetta svona þá fáið þið svona tilbaka. Þetta á þið að senda hérna búliðan eða þið að senda streng eða eitthvað svoleiðis. En fyrir þessar spurningar sem ég gef ykkur núna, þá ég með því að gefa ykkur þær, þá ég að gefa ykkur tækifæri til þess að undirbúa ykkur. Og það þýðir þá ekkert að þið þurfa að vera búin að skrifa niður spurninguna eða svarið ykkar og henda það inn þannig. En þá það í raun spurningar sem að eiga svo sem ekki að byggja á því að þið leggið eitthvað mikið á minnið, en þær kannski ekki alveg jafn mikið gefið tengt þeim upplýsingum, þeim spurningum þar sem þið hafið tæpar 2 vikur til þess að undirbúa okkur fyrir þær. En síðan efni sem að verður ekki spurt og það eru EUS templates, atburðir og straumar og event emitter pælingarnar í Node, virknin, TCP og HTTP Node virknin, hvernig við setjum upp Postgres eða Redis, generics í TypeScript og undir React þá það ekki hvernig við útfærum klasskomponenta og það verður ekki kontekst og það verður ekki React router virkni, það verður ekki Flux eða Redux og síðan það aftur þetta með þetta sem gefið, það ekki ætli mín að þið þurfið að læra utanbóka langa lista, allt í röð hvað 12-faktor app-listin til allan OAuth-listan í réttri röð með öllum heitum eða allir headerar eða allir status kóðar, þó svo að þið vitið flokkana, þið vitið munin á 200 villu eða 200 og 400 og 500 og munin á 400 og 500 villum. Þið vitið samt ekki að við erum ekki að muna 401 er unauthorized eða 501 er not implemented. Það bara skiptir ekki máli að vita eitthvað svoleiðis, þetta eitthvað sem alltaf uppflettanlegt. Já, þannig að þetta strúktúrinn á prófinu og ef eitthvað óljóst þegar þið farið yfir þetta eða hugsið að þið viljið spyrja núna eða hvað með, þá bara heyrið í mér og við förum yfir það. Já. Þið ekki að vera með eitthvað eigin glósur, það ekki gert ráð fyrir því. Þannig að þið hugsið þetta próf bara eins og þið værið að koma í prófstofu í háskólanum og setjast niður fyrir fram á blað nema þið verið heima hjá okkur og setjast niður fyrir fram á tölvuna og hafa í raun allt annað lokað og þannig eigið þið ganga að þessu prófi. Þannig ég sendi ykkur þessa heiðursyfirlýsingu og það kemur fram í raun þessar forsendur. Og þið skrifa undir það og þá í raun bara að skrifa undir það að þið séu að fylgja þessu og það í raun það sem þið þurfið að gera. Í fyrstu spurningu verður í raun að skrifa undir þetta, annarkvort að skanna það inn, að taka mynd af því og senda það upp og þetta bara okkar samningur. Síðan eru 2 spurningar sem ég ætla að gefa ykkur. Þær verða ekki orðaðar nákvæmlega eins og ég setja upp hér, ég var eitthvað eftir að móta þær eitthvað, en þær eru svona 80-90% eins og þær munu birtast á lokaprófinu. Ég mun örugglega eitthvað að breyta bara kannski uppröðunni, orðalaginu, gefa aðeins meiri nákvæmni eða eitthvað þess háttar. Ef eitthvað kemur upp, þá mun ég auðvitað láta ykkur vita og ég mun þá uppfæra þetta hér og senda okkur tilkynningu ef ég kemst að ég ger einhver ein mistök. En ein spurning var HTTP og Express og það þá þetta bara almennt hvernig fara samskipti yfir HTTP fram og þá þetta í raun þetta client versus server, hvað þýðir það, hvað felur það í sér, það client og það server og hvaða upplýsingar koma fram á hvorum stað í samskiptunum, hvaða upplýsingar gefur client upp, hvaða upplýsingar sendir client frá sér, hvað url og hvernig tengist það þessum samskiptum. Síðan sérlagi hvernig tengist Express HTTP, hvernig treatar client Express, hvernig representar Express client og server í sínu forritunarmódeli, hvaða upplýsingar getum við átt við og sendt í samskiptunum milli clients og servers og hvernig getur Express brugðist við urli. Síðan í framhaldinu af þessu, en þá í sömu spurningunni, hvernig sendum við upplýsingar frá framenda yfir á bakenda, þá bæði fyrir texta og fyrir skrár. Að hverju
þurfum við að huga þegar við nýtum Express í þeim tilgangi og að hverju þurfum við að huga almennt, hann mætti vera almennt til dæmis, þegar kemur að öryggi og heilleika gagna þegar við erum að senda upplýsingar frá framvinda yfir á bakenda. Þannig að þið ætti vonandi bara að vera með nokkuð mótað svar eða svona hugmyndum það hvernig þið myndu svara þessu, en nú hafið bara tíma til að móta það enn betur og skrifa skýrt og gott svar. Og svo önnur spurning sem að ég reyndar nefndi aðeins í senasta fyrirlestri að við myndum örugglega ekki hafa á prófi en fannst það bara svo kjörið að taka og bera það saman og sérstaklega að þið hugsið þetta núna aðeins þegar þið eru búin að vera að vinna þetta í verkefni 6 og þó svo ef þið hefðu hugsanlega sleppt verkefni 6 þá þetta bara mjög góð leið til þess að ýta undir það að þið kynnið ykkur GraphQL og skiljið ekki bara eftir af því að það mjög relevant núna í vegfarendabransunum. En það sem sagt, hvað REST, í hvað það notað, hvernig notum við REST og hvernig tengist REST HTTP, hvaða ókosti hefur REST og síðan til þess að bera þetta saman, hvað GraphQL, í hvað GraphQL notað, hvað sameiginlegt með GraphQL og REST og hvað öðruvísi milli GraphQL og REST. Þannig að þarna kannski aðeins meiri rannsóknarvinna fólkin í þessu, þar sem ekki alveg mikið sem við munið í þessu, en þetta svona, já, þetta mjög holl spurning á þessum tímapunkti í vegforritun og ef þið eru að fara að vinna núna bara fari núna bara eftir útskrift eða næsta ári eða þar næsta ári að vinna í vegforritun, þá þetta verið að vinna í þessum stack, þessum React, GraphQL stack sem mjög útbreiddur núna á Íslandi, þá þetta mjög hollt að vera með á hreinu. En þetta sem sagt eru þessar tvær spurningar sem við gefum, eða ég gef og núna ætlaði ég að renna yfir lokaprófið frá því 2019 og sjá. Þannig hérna sjáum við dæmi það bara hvernig hérna voru gefnar einhverjar upplýsingar en náttúrulega að hafa þetta eitthvað sem þarf síðan að fjölfalda í 100 eintökum en náttúrulega gerir þetta alveg frekar glata svona fyrir þetta og bara, já, próf, what a concept sko. En með eitt stærsti kosturinn við það að nota Inspira það að það hægt að setja bara svona hluti í texta með, já, svona sæmilega code highlighter bara með spurningunni þar sem við höfum þetta bara hlið við hlið og þið þurfum ekki að vera að fletta fram og tilbaka eða taka prófið sundur og eitthvað svona. Og hérna ef það eru spurningar sem krefjast þessa þá hérna til dæmis dæmi það hvernig við höfum í raun bara alla statuskóðana og við höfum allar aðgerðirnar sem eru relevant fyrir þær spurningar sem eru. Þannig ef það eru spurningar sem væri eins og svona sem var að spyrja stöðukóða eða aðferðir í HTTP og það var ekki tiltekið hér, þá væri það ekki relevant fyrir spurninguna. Nema þið séu bara súper vel undirbúin og viti bara meira og eru bara getið stompað mig, þá bara endilega bætið ég við. En almennt það sem þið þurfið ef það gefið, þá allt gefið í kringum það. Nema ég gerir mistök, þá reyni ég að grípa það sem fyrst og láta ykkur vita. Sjá. Þannig að hérna síðan bara gefið svona sniðmát fyrir bara svona almenna birtingu á class component í React og functional component með TypeScript og hooks. Þannig að þá væri þetta svona bara mjög almennt en samt nógu sértækt eða nógu fókusarað á þær spurningar sem spurðar til þess að þið getið í raun pikkað út þá virkni sem að þið þurfið að útfæra eða útskýra eða vísa í eða hvað sem svo verður. Hérna síðan spurning sem að tengist að vissu leyti þessari spurningu fyrir spurningunni sem við vorum að fara yfir áðan. Í mörgum af þeim forritum sem við höfum skrifað í vor höfum við notað server-side og client-side rendering og hver munurinn þarna á. Þannig að þá sjáum við hérna að það bara nóg plássi til þess að skrifa eitthvað gott svar. En það sem að ég leita að þarna í raun bara það að þessi grundvallar munur á því að klientinn birti eitthvað og birti eitthvað á skjánum sem búið til í gegnum einhverja JavaScript vinnslu eins og við gerðum í verkefni 4 þar sem við í rauninu vorum að birta alla þessa jarðskjálfta sem við sóttum af servernum
á klientnum. Og ef við kíkjum á view source eða skoðum þau gögn sem koma frá servernum, þá það í raun bara tómt upp á vissu leyti HTML-skjal sem að inniheldur í raun ekki það sem síðan birt af klientnum. Klientinn að rendera það sjálfur. Serverinn var bara að senda einhvern grunn. Þegar við höfum svona server-side rendering, þá við að taka á servernum og rendera þessi gögn og síðan senda þau til klientsins, og klientinn nota síðan bara HTML, CSS og JavaScript parserina sem þar til þess að birta það sem serverinn sendi. Þannig að, og þá var þetta kannski augljósustu dæmin þetta að taka dæmi Express, sem við erum búin að gera eitthvað og möndla með eitthvað með EUS templateum og sendum það til klientsins og það bara birt. Og síðan þegar við erum með Create React App, þar sem við erum með bara algjörlega niðurstrípað HTML, þar sem við bara body með einu divi, en við erum samt að birta jafnvel flóknara vefforrit sem algjörlega client-side renderað. Og þá erum við búin að svara þessari spurningu líka, þar sem að við getum server-side rendering í verkefnum getur verið þetta dæmi EJS template, þar sem við erum að taka við gögnum á servernum. Við erum að taka við einhverju inputi frá klientnum. Það verður að segja ég vil fá notanda 10, og þá erum við að fletta upp notanda 10 í gagnagrunnum. Við erum að finna nafn viðkomandi, við erum að finna einhverjar upplýsingar, við erum að senda það inn í templatein, þau gögn, við erum úr templateinu að fá út eitthvað HTML. Það HTML erum við síðan að taka við í middlewareun okkar sem að svarar fyrir rátið og senda það til klientsins, á meðan að client-side rendering eins og Create React App dæmi sem við tókum áðan. Svo React spurning, hundurinn að vera brjálaður frá mig. Hér spurning components og functional components, og þá var þetta í raun, þarna vorum við mjög framalega á hnífsegginni að nota hooks bara nokkrum mánuðum eftir að þau komu út, og þá var þetta í raun þessi spurning á svo sem ekki við okkur, þegar við ætlum ekki að vera að nota class components, það ekki til prófs, en munurinn á þessum bara í raun hvernig við höldum utanum hvernig við struktúrum kóðan okkar, hvernig class notar this, hvernig functional components nota í raun bara closures og breyta með hooks að við getum í raun nota þessar lifecycle methods, við getum nota state sem var ekki hægt áður. Hver eru kostir þess að nota components til þess að skrifa forritun okkar? Þarna í raun þetta sem við vorum á þessari brún að við getum notað í raun state til þess, og það eru ókostir sem mætti telja fram, eins og til þess að forritun okkar verið flóknari. Þau eru að nota this sem gerir þau í raun líklegri til þess að innihalda einhverjar villur tengdar því að nota this bara í JavaScript sem svona error prone syntax. Svona eftir að hyggja þá þetta ekkert svakalega góð spurning, þetta ekki besta spurning sem ég skrifaði. Og síðan skrifið dæmi forrit með functional component og class component sem birtir texta sem sendur inn með prop þegar smeltar á takka sem ástandur birta. Eftir að búið að birta texta skal senda á takka fela. Þannig að þetta aftur heldur áfram að vera ekki besta spurning sem ég hef samið, því að þetta voðalega leiðilegt að skrifa þessa komponenta á blað, og var no pláss til þess, og endaði á því að ég var frekar mikið líbó í því hvernig þær útfærslur komu hérna, en í grunninn hægt að lesa þetta út frá þessum að við erum að taka inn einhver props og erum að senda það út, skiptir svo mikið máli hér, að við erum að halda það utan eitthvað state sem þá þetta búið að klikka, ekki búið að klikka. Við erum með button sem með on-click sem breytir þessu statei, og við erum notað síðan conditional rendering til þess að birta textan eða ekki. Síðan, þó svo ég hef ekki gefið ykkur svona spurningu, þá get ég sagt ykkur að það verður spurning sem að verður einhvern veginn tengd þessum
öryggi og þá þessum fyrstu tveimur hlutum eða þessum topp 2 hlutum í OWASP-listanum, sem annarkvort injection eða auðkennistengt og gæti húslega verið einhvern veginn tengt þessu. Hvað eru injection árásir? Það eru þegar við erum að nýta það að við getum sendt inn breytur sem notandi inn í eitthvað sem er síðan túlkað af einhverjum túlk eins og túlkun sem túlkar SQL skipanir eða eitthvað sem sendir áfram aðgerðir í stýrikerfisforrit. Og hvaða hætta er fólgin í þeim? Ef við getum einhvern veginn látið túlkinn gera það sem við viljum, þá getum við komist yfir allar þær aðgerðir sem að sá notandi sem er að keyra forritið getur, hvort heldur sem það er notandi sem keyrir gagnagrunninn má droppa töflum, þá getur droppa töflunum og eitt gagnunum og hvernig komum við í veg fyrir þær, og það er að nota svona parameterized viðmót og að nota validation á öll þau gögn sem koma inn. Svo hérna er svona, þetta er heldur með betri spurningum í þessu prófi, sko, að hérna eru villur og ég var alltaf hrifnur af svona spurningum, þannig að þið getur túlkað það eins og þið viljið, en mér þætti þetta líkleg spurningaprófi. Og það er að horfa á þennan kóða og finna hérna 2 öryggisvillur og að minnstu kosti 4 aðrar villur sem þarf að laga. Sama villa oftar en einu sinni telst sem ein villa. Hverjar eru þær og hvernig ætti að laga þær? Þannig að, og svo er hérna gerar skal ráð fyrir öll uppsetning og stillingaraugspress séu rétt sett upp. Þannig að það sem er ekki sýnt, þurfa að sýna ekki full mótað forrit, þá má gera ráð fyrir því. Þannig að ef við skoðum þetta hérna, þá erum við með eitthvað hérna select by default, svo erum við með eitthvað get hérna og eitthvað item og við erum með eitthvað insert fall og við erum með eitthvað post fall hérna sem vísar síðan í þetta insert fall. Þannig að við byrjum að skoða hérna, þá erum við með í báðum tilvikum hérna erum við ekki að nota parameterized viðmót, þannig að við erum að setja hérna með bara template string beint inn gögnin sem koma hérna gegnum ID, sem kemur hérna bara beint úr hverju. Þannig að hérna er ekki verið að nota parameterized viðmót og það er ekki verið að validata gögn. Þannig að þetta fer bara beint þarna inn og það eru 2 villur hérna. Hérna eru injection og injection, en að því við segjum hérna sama villa oftar en einu sem telst sem ein villa. Þannig að hérna tiltaka það líka að við notum þetta svona, að þá er ekki verið að sanitize þessi gögn út frá XSS. Þannig að ég geti sendt hérna inn script alert 1, script logast og fengið þá fram ekki bara þessa hérna injection villu, heldur líka XSS vinkil. Aðrir hlutir sem að má laga í þessu, þá orðum við aðeins á þetta, ég gleymdi nú að vera eitthvað aðeins betur að mér í þessu. Sko hérna, þetta mætti færa yfir í sér middleware hérna. Hérna vantar await, hérna vantar async. Því hér erum við að nota await og við verðum alltaf að hafa await í async funksjónum. Þannig að við erum komið hérna með 3 hluti. Við erum ekki að validata gögnin, við erum ekki að nota const hérna. Þá erum við komið með 4 hluti. Sýnum ekki í fljótu bræði neitt fleira. En ef það er svona spurning og það beðið eitthvað x eða n villur, þá er ég nú yfirleitt með n plus 2 villur að minnsta kosti. Þannig að þið þurfum bara að lesa það svolítið vel og þá ef þið eru óviss að þetta sé, þá er það ekkert stranghægilegt, það er ekkert aðeins hort á það sem er skrifað í nákvæmlega þessa hérna reiti. Þetta geti líka sagt og að auki er þetta hérna og að auki er þetta hérna. Og þá þurfum við bara að passa ykkur, ef þið farið með einhverja fleipur og bulla eitthvað, bara ég vonum að þið náið að covera allt, þá er það ekkert endilega að fara að hjálpa ykkur, og ef þið farið eitthvað algjörlega út á tún, þá mun það jafnvel bara vera ykkur til skaða. Þannig að ekki vera bara bulla eitthvað bara til að bulla eitthvað og halda að þessi kasta bara breiðast á netinu, heldur hafið allavega sens á að þið séu að skrifa eitthvað sem er í rétta átt.
Svo er hérna spurning 4 sem er vefþjónustu tengd og hér er sett gefið forrit sem býr til hluti, uppfæra hluti, eyðir hlutum, skilur listum á hlutum og skilur stökum hlutum. Ekki þarf að útfæra neitt part af forriti sem gefið gerum að ráð fyrir að það virki nákvæmlega eins og skilgreint Þannig að það þarf ekki að útfæra það sem er sagt hérna, heldur í raun, það er bara hort að þessi föll hérna sem bara eitthvað black box sem gera það sem er sagt hérna, sem að skila lista af hlutum og hlutur er bara eitthvað sem að okkur er alveg saman, þetta er bara eitthvað resource sem að getur bara verið hvað sem er, vara eða sjónvarpsþáttur eða eitthvað. Sækir stakar hluti eftir auðkenni, þannig að þetta hérna les hlutin eftir einhverju auðkenni sem er talað, skilar sem objekt sem er hlutur eða null ef ekkert fannst, býr til hlut, það tekur við þá bara nafn á hlut hérna, þannig að ok. Uppfæra hlut sem er þá í raun ID á hlutinu sem á að nefna þetta to do, þetta hefur eitthvað verið gleymst hérna í yfirlestur hjá mér og svo erum við einhvern streng hérna sem er nafnið á hlutnum og result er niðurstaða þess að uppfæra hlutin. Svo erum við með þetta result hérna og það inniheldur þessi hérna gildi, þannig að þetta er hlutur hérna, þannig að það er þetta typedef hérna í JSDocs og það er þá annarkvort success, hvort aðgerð hefur tekist, not found ef hlutur fannst ekki, fylki ef það eru validation villur þá er það fylki af þeim og annars er það hlutur sem skilað er. Og svo er hérna síðan að eyða hlut eftir ID. Útfærið API fyrir 4 af 5 aðgerðum að eigin vali með viðeigandi HTTP aðgerðum og stöðukóðum. Þannig að þá er gefin þessi hérna grunnur, þannig hérna það sem að gera þá ef við ætlum að útfæra list aðgerðina þá er það router.get / svo hérna middleware rec.res og skilum síðan list segjum hérna return res.json await list þá erum við búin að útfæra það og svo er fyrir read þá þurfum við að taka inn í raun ID-ið, hvort sem við tökum það úr hérna úr param og við erum með /2.id þá segum við rec.params.id þarna er svona var alveg plus í kladdan að vera með eitthvað validation eitthvað kommenta eitthvað validation á því að taka inn ID-ið en það er allavega síðan að senda þá fram í þetta fall og skila svo niðurstöðunum og síðan er í raun svona flóknast af þessu er þá í raun þessar hérna 3 eða það er í raun sniðugast alltaf að taka þessar 2 og þessa og svo aðra hvora það sem hérna sem er flóknari sem við þurfum í raun að athuga hvað gerðist við uppfærsluna að horfa á þetta result object hérna og segja þá í raun if result.success skila 201 if result.notfound skila 404 if success false og validation með einhverjum villum skila þá 400 með validation fylkinu af villunum fylkli hérna og þannig að þetta er í raun vísun í það eins og við höfum að gera í verkefni í hópverkefni 1. Svo er hérna hvað er cross-origin resource sharing og hvernig getur það haft áhrif á notkun á vefþjónustum. Þannig að ef við skilgreinum ekki fyrir vefþjónustum okkar hvaða cross-origin við leyfum, stjarna þá í flestum tilfellum, að þá geta aðrir klientar ekki kallað í þá þjónustu. Við getum ekki kallað af x.is yfir á y.is ef að cross-origin headerarnir eru ekki rétt skilgreindir. Síðan er auðkenning og þessi tvenni vegu sem að ætti hérna að lýsa og nefna eru svo sagt þetta er ekkert besta sko að tala auðkenningu á tvenni vegu, þetta er representation á því að við höfum búið til auðkenningu en það er þetta að geyma í sessional cookies og nota tokens og þá sérlega JWT tokens. Hvernig er það mismunandi þegar það kemur að því að geyma upplýsingar auðkenningu notanda að þarna er í raun annar nota token sem er þá í raun undirritaður token sem inniheldur þá einhver metadata tokenu sjálfan og síðan gögnin notandan þá hvort sem það er ID og eitthvað fleira og menna hitt
geymir upplýsingarnar í auðkenni sessions í cookie sem síðan vísar í einhverja geymslu, hvort sem það í minni, í Redis, Postgres, einhverju gagna geymslu. Og við höfum hýst verkefnin okkar á Heroku í vor. Hvað er það helsta sem verkefnin þarf að uppfylla til að hægt sé að hýsa það á Heroku? Og það í raun að það fylgi 12 faktor og þá sérlega þá svona, ef þetta verður eitthvað nákvæmar í þetta, það noti environmentið fyrir upplýsingar hvaða port eigi að bindast og hvar gagnagrunum liggi sem eigi að tengjast ef það verður notað svoleiðis. Og hvað þurfum við að gera ef við höfum verkefni sem tvískipt yfir vefþjónustu og framvinda sem við ætlum að hýsa bæði á Heroku. Og það er svona, já ok, allt í lagi spurning, mætti orðan aðeins betur, en þá þetta að við setjum upp 2 app, annars sem hefur vefþjónustundur okkar og við búum þá til í framvinda appin okkar búum við til einhverja slóð sem að vísar á vefþjónustu bakendan okkar og við gerum þá köllin þarna á milli og við setjum þá upp auðkenningu og það allt í vefþjónustu ef það á við og látum síðan og geymum upplýsingar auðkennindarnotandann í framvindanum í því appi þar. Þannig við keyrum þetta bara eins og 2 aðskildar hluti og tengjumst bara í gegnum þá slóðuna yfir á vefþjónustupartinn. Já, og þetta er senasta spurningin hérna. Þannig að þetta svona, gefur ykkur mjög góða mynd af því hvernig prófið verður og eins og ég segi áðan, ef það eitthvað óviss með það hvernig svona Inspera próf virkar og hafi ekki tekið svoleiðis, þá getið heyrt í mér og við getum skoðað það nánar og ég get gefið ykkur aðeins betri innsýn í það. En annars er þetta lokin hjá okkur og það núna næsta 50 dagar skil á verkefni 6 og síðan miðvikudaginn þar eftir lokaprófið. Þannig að ef það eitthvað þá bara heyriði í mér. Eftir lokaprófið þá 2 vikur sem í skil á einkunnum, þannig að þið getið búist við þessu bara þannig í fyrstu vikunni í maí. Ég ætla nú að reyna að skila þessu ekki samt á meðan þið eruð þá í prófum, þannig að geti eitthvað ruglað í ykkur. Þannig að ég reyni bara að skila þessu sem allra fyrst, en geti gert ráð fyrir að það sé þannig, ég veit ekki, kringum 8. til 10. maí. Annars segi ég bara takk hérlega fyrir misserið og þó svo þetta hefur náttúrulega verið aftur svona frekar trist hjá okkur að vera að gera þetta svona í gegnum fjarfundi, þá vona ég allavega að þið hafi haft gott að þessu og hafi lært eitthvað, ég vona það allra mest. En annars bara gangi vel með þessar seinustu vikur í skólanum og bara heyriði mér ef þið hafa einhverjar spurningar um vefþjónustuna. Ég yfirleitt, ef ég hef tíma, get ég talað endalaust um það.